en það verður nú byrjað á því fljótlega að fjölga bílastæðum við bankavegin, það var að gera smá breytingar þar. Já. Og síðan mun líka fljótlega verða settur upp nýr inngangur, svona bráðabirgða inngangur inn í Sundhöllina. Þannig að fólk getur bara farið svona inn í afgreiðsluna og inn í búningsklefana eins og það hefur gert til þessa á meðan á framkvæmdatíma stendur, og það verður bara gerður svona bráðabirgða inngangur sem verður settur þannig utan á. Já. Þannig að það nýtist sem lengst og fólk finnur sem minnst fyrir því að allar þessar framkvæmdir eru þannig í gangi og þetta fara bara inn á þennan venjulega stað og í sin klefa og allt það sko. Fólk getur stunda sitt sund. Já, það verður reynt að hafa það þannig að stilla þetta allt þannig að það verður hægt að nota sundlegina sem mest og lengst. Og þessu hvenær áætlað verklok? Það nú bara eftir ár. Það eftir ár? Já. Það fljótt að líða? Já, menn verða bara snöggir að þessu og það verður hægt að taka þetta í notkun bara þetta leitað ári. En þarna verið að gera, nýja klefa eða hvað? Þetta sko bygging á 2 hæðum, sveitafélagið ætlar að eiga neðri hæðina, þar verður nýja afgreiðsla á móttaka og möguleiki á smá veitingasölu og síðan miklu stærri búningsklefar heldur við höfum í dag, þannig að fólk þarf ekki að vera að nuttast hvert utan í annað í búningsklefanum. Já. Og þetta verður gríðarlega mikil bót hvað varðar alla aðstöðu þannig. Glæsilegt. Síðan millibygging, tengibygging við gamla sundlaugarhúsið og þar verður lítil grunnbarnalög sem verður hægt að nota bæði til kennslu, ungbarnasund og kennslu yngri barnana og bara svona til þess að leika sér í líka. Þannig að þetta heilmikið sem að bætist við. Síðan verður önnur hæð á húsinu og verktakinn allar eiga þá hæð sjálfur. Já. Og þar gert ráð fyrir að það verði líkamsræktar aðstaða og við sjáum bara hvað kemur spennandi út úr því. Verktakinn að ræða við ýmsa aðila í þeim bransa og mun eflaust klára það bara fljótlega. Er það sama líkamsræktarstöð og til staðar eða hvað? Það verið að ræða bara við nokkra aðila sem í þessum bransa. Þannig að við vitum ekki hvað kemur út úr því. Já, nákvæmlega. Ég sé hérna á árborg.is að göngum saman, það verður núna 11. maí. Já. Hvað getur þú sagt okkur um það? Þetta nú verkefni sem hefur svona farið landið í fyrra gengur hérna á Selfossi. Ég held að ég hafi nú tekið eftir því í morgun að göngum saman verði í Hveragerði á þessu sinni. Já. En þetta svona fyrir svæðið sko, fólk getur mætt þarna og gengið. Þetta var á Selfossi síðastliðið vor? Já, þetta var á Selfossi síðastliðið vor og ég held að það nú bara ágætt þáttaka þá. En að því þú nefnir að ganga þá verið að vinna svona í ýmsum göngustígamálum hérna þessa dagana. Það verið endurnýjað göngustíga í eldri hverfum og fólk verður kannski svolítið vart við það eru vinnuvélar á ferðinni og það eru svona víða bæinn eru vinnuvélar. Það verið að grafa upp meðfram Langholtinu, það verið að leggja efla hitaveitu-lögnina, leggja sverari lögn til þess að auka afhendingaröryggi heits vatns á Eyrarbakka og Stókseyri og í hverfunum hérna syðst á Selfossi. Og síðan búið að vera svolítið lengi, finnst kannski mörgum að framkvæma á Engjaveginum, hann búin að vera malarvegur þó nokkurn tíma. En núna bara í gær og fyrradag var verið að svona klára það sem þetta grafa þar, það þetta flytja ákveðna lagnir hann yfir gatnamót og það verður bara mjög fljótlega að byrja að malbygga og ganga frá þessu. Já. Þannig að fólk hættir að finna fyrir því að fá ríkið yfir sig þannig. Þannig að það svona ýmislegt að gerast. Gunnar Egils, hann segir að göngustígarnir eru stærsta íþróttasvæði í Árborg. Já, við sjáum það að þeir eru mjög mikið notaðir, ekki bara til að komast á milli staða, heldur er fólk bara þarna að skokka og ganga sér til heilsubótar og hjóla og allt mögulegt. Þannig ég held að þetta sé alveg rétt hjá honum. Þetta svona það svæði sem almenningur sem kannski ekki endilega þjálfa ykkur að sérstakar íþróttir að líka nota sér til heilsubótar. Já. Nú, það var líka að koma út hérna blaðið sem við gefum alltaf út á vorin fyrir sumarnámskeið fyrir börn og unglinga. Já. Ég nú ekki einu svona fann að fletta þetta var bara að koma. Já, skulum við gera það núna. Koma inn á borð hjá mér og við skulum bara taka það og lesa það frá orði til orðs. En þannig verið að kynna þessi námskeið sem að fólk þekkir og það margir að bíða eftir þessu þess að geta skipulagt svona fyrir börnin sín sumarið. Það náttúrulega þessi eldri börn sem að ekki eru lengur á leikskóla, þau þurfa að hafa eitthvað við að vera því foreldrarnir eru nú ekki jafn lengi í sumarfrí og börnin og þetta notar fólk mjög mikið þessi námskeið til þess að púsla svona saman sumrinu og það gott að fá þetta tímalega þannig að fólk geti raðað saman og gert sín plön. Nú síðan erum við líka, að því að nú tala börn og ungmenni, við erum að auglýsa núna störf fyrir 17 ára krakka. Þetta eru semst krakkarnir sem fæddir 1997. Já. Og við höfum svona síðustu ár höfum við verið að taka þess úr þessum aldurshóp inn krakka sem ekki hafa bara fengið vinnu og það hefur verið svolítið erfitt kannski fyrir þennan aldurshóp oft. Þau eru ekki orðin 18 ára, margir miðað við að taka ekki yngri en 18 ára inn í sumarvinnu og þau eru nú gömul til að vera beinlínis í vinnuskólanum, þau eru svona að lenda í ákveðnu millibili. En núna ætlum við bara að
aðstoða þau? Já, við viljum aðstoða þau að setja upp störf og það öll á þessum aldri sem sækjum þau fá einhverja vinnu og þetta að renna út núna á föstudeginum svona fresturinn, þannig ef einhver á eftir að sækjum þá bara hvetið til þess að drífi því. Og það á skrifstofu Árborgar eða bara á heimasíðunni eða? Það er hægt að fara inn á Mín Árborg, það er svona umsóknar ykkur þar, krakkarnir þekkja þetta er sama ferli og gegnum þegar við sækjum í vinnuskólan. Og það er náttúrulega í skólunum fer náttúrulega styttast í starfinu og það er að byrja svona þessir vordagar, það er íþróttadagur í Sunnuleikjaskóla núna á föstudaginn og ýmislegt svona sem fer í gangi, það verða svona uppbrot á skólastarfinu, þannig að við förum kannski að sjá skólakrakkana svolítið svona hoppandi og skoppandi hérna bæinn. Og víð og dreif. Já, við vettum að og slíku. Þannig að þetta er alltaf svona vorbóði svolítið. Já, þetta svona fylgir því að margir sem segja að Eurovision sé sumari kom eftir Eurovision og svo líka þegar krakkarnir fara á stjáa í sumarvinnu og þá svona er þetta að skella. Já, þá er þetta alltaf að gerast. Og síðan það er ekkert láta á hátíðahöldum hérna, það var sunnlenski sveitadagurinn síðustu helgi og þar næstu helgi verður flugdagur hérna út á flugvelli, Selfossvelli, þar sem að verður að halda upp á afmæli flugvallarins og klúbbsins og það verður mjög flott dagskrá þar sem þeir munu kynna nánar flugmenn, þeir eru alltaf að vera með listflug og útsýnisflug, það verður þyrlur, fallhlífar og eitthvað fleira, módelsýningar og gamlar flugvélar, þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem fólk hætti alveg tímalaust að drífa sig að skoða. Þú skellir þér í listflug? Það er aldrei að vita. Ég læti nú kannski fallhlífarnar eiga sig. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er núna 17. maí, flugdagurinn. Já. Og þeir eru að halda upp á afmæli sitt. Hvað eru það mörg ár? 40 ár minnum með þessu. Já. Gott ef það er ekki bara rétt. Ég held að sé, þannig. Þannig að það er nóg framundan hjá Árborg. Ég verð að spyrja út í það sem kemur fram á heimasíðunni hjá okkur, árborg.is, að rekstrarafkoma sveitarfélagsins er afar jákvæð. Já, það er mjög ánægilegt. Við vorum að birta ársreikningin í síðustu viku og vorum svo að taka til afgreiðslu endanlega í bæjarstjórninni næstu viku. En það er mjög góður afgangur af rekstri sveitarfélagsins og bara... Já, besta afkoma félagsins frá upphafi, segið þið. Besta afkoma af reglulegri starfsemi frá upphafi, þá erum við búin að taka frá allt sem heitir svona söluhagnaður sem að gerist auðvitað bara einu sinni og selur hverja bara einu sinni. Ef við tekum það allt til hliðar, þá er þetta bara besti afgangur af þessum reglulega rekstri frá upphafi sveitafélagsins. Það var stofnað sérst 1998 og þetta er besta afkoman sem það hefur haft og það er bara mjög ánægilegt og það er þetta bara, ég vil bara þakka starfsmönnum og bæjarbúum og bæjarfulltrúum fyrir það að við höfum náð þessu marki og það hefur tekist að hagræða talsvert mikið í rekstrinum án þess að það hefði endilega bitnað svo mikið á þjónustu. Akkurat. Það er til dæmis, það er búið að hagræða heilmikið en samt lengdu við opnunartíman á Sundlauginni, svo nefnilega bara lítið dæmi. Það var tekið svo ákvörðun að vera ekki að hafa einhverja leikskóladeildir lokaðar af því það kostar svo mikið að reka þær, heldur bara að hafa allt opið og taka inn öll börn sem væri hægt að taka inn og svona, þannig að það er bara, þjónustan er síst minni þó að það hafi verið hagrætt á ýmsum stöðum. Já, en samt þannig að já, fólk hefur kannski ekki fundið neitt rosalega mikið fyrir því. Nei. En samt hefur það tekist þetta vel að þetta er nú ansi góð útkoma að vera með bestu afkomu frá upphafi. Já, það er eiginlega ekki hægt að hafa betri afkomu en þá bestu frá upphafi. Já, nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt, sko. Þannig að þetta er mjög jákvætt fyrir sveitafélagið Árborg og hvað ætlar að gera við peningarna sem frún í Hamborg aður? Já, það er nóg við þá að gera. Það er reyndar við höfum nú svona reynt að láta íbúana líka njóta þess að það hefur gengið vel og til dæmis er búið að lækka fasteignaskattinn 3 ár í röð. Hann hefur verið lækkaður núna í þrepum í 3 ár og það voru ekki hækkaðar gjaldskrár í skóla og leikskóla og skólamat og þess að núna fyrir þetta ár, þannig að fólk fær líka að njóta þess aðeins og þetta þýðir líka kannski það að hafa afgang. Við erum að borga minna í vextuverðbætur. Við erum búin að lækka skuldirnar, að fara færri krónur í þessa leiðinlegu hluti eins og vextuverðbætur. Það er ekki gaman að borga það. Þá er hægt að setja meira í bara framkvæmdir og við erum til dæmis að fara í þessa sundlaugarbyggingu núna sem að það hefði ekki verið hægt ef við hefðum ekki haft einhvern pening í það. Akkurat. Þannig að þetta skilar sér, afgangur á sveitafélaginu skilar sér beint í aukinni uppbyggingu og bara bættri og aukinni þjónustu. Og skuldir sveitafélagsins hafa minnkað. Skuldir sveitafélagsins hafa minnkað umtalsvert og þar með léttir þessi greiðslubyrði og það er að nota þá peningin í annað. Já, þetta er glæsilegt. Eitthvað að lokum, Ásta? Við erum bara horfum bara björtum augum á framtíðina og allt að gerast, sumarið að byrja og eins og segi það vinnuskólakrakkarnir fara að tínast í vinnu fljótlega, fyrstu hóparnir að byrja núna bara eftir helgina, svona eldri krakkarnir sem verður flokkstjórninni og því. Þannig að
það er verið að fara að fegra bæinn og snirta og þessi hefðbundnu vorstörf að fara að stað. Og það er hreinsunarátaki í fullum gangi núna? Já, það er núna klárast eftir þessa helgi, það er búið að vera alveg gríðarlega mikill atgangur í því. Ég held að bara allir hafi farið út að taka til. Við erum haft undan að tæma gáma. Sko. Já, þetta er Barbara Guðnadóttir menningarfulltrúi Ölfus var í viðtali hérna og hún sagði að það er ekkert skemmtilegra en að bjóða gesti í hreinan bæ. Einmitt, það er alveg rétt. En Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar, takk kærlega fyrir spjallið og þú verður nú reglulegu gestur hérna. Já, ég kíki við hjá þér. Takk fyrir þetta. Já, takk.